Jæja, við erum komin á þann stað að við ætlum að fara að hanna óvinn fyrir pakkmanninn okkar. En áður en það gerist þá ætlum við að láta leikinn enda. Þannig að þegar að pakkmann er búinn að éta ákveðið marga punkta og komin upp í ákveðið mikið stigaskor þá förum við yfir á nýjan ramma í tímalínunni sem segir bara takk fyrir, þú ert búinn að spila þennan leik. Við gerum það þannig að við byrjum á því að teikna hlut hérna inn á sem að við hengjum ákveðin kóða sem að segir leiknum að gera þetta sem við talaðum áðan. Og við þurfum að hafa þennan hlut ósýnilegan, þannig að ég ætla bara að velja hérna fyrst, bara byrja því að teikna hérna hvíta kúlu einhvers staðar hérna. Í hægri smelli og vel Convert to Symbol. Og ég ætla að hafa þetta stilt á múðuklipp og þetta er bara ósýnilegur hlutur, ósýnilegur hlutur. Og ég ætla að fara inn í þennan hlut hérna. Ég ætla að hægri smella, tvísmella á hann, þá er ég komin inn í þennan ósýnilegan hlut og ég ætla að bæta við öðrum ramma hérna sem er insert keyframe. Og í fyrir rammanum þá ætla ég að stróka út þennan hlut. Fyrir fyrri ramman ætla að stróka hann út, þannig að hluturinn er í ramma 2. En ég ætla að setja þessa skipun hérna, stopp-skipun, í þessa 2 ramma. Hann ákvort eða ekki að sjást þessi hlutur. Eina sem að hann er þarna bara til þess að sé hægt að hengja við hann ákveðin kóða. Þannig að hann á að stoppa í fyrir rammanum. Ok, ef við fyrir tilbaka núna, þá sjáum við að hluturinn er ekki sjáanlegur hérna, en hann er hérna samt. Þannig að ég get valið hann. Og, með þennan hlut valinn, þá set ég inn ákveðin kóða, sem er svona. Ég þarf að velja hann, hægri smelli, segja action. On-clip, event, enter frame. If root score, og það er ef að skorið fer upp í ákveðin hluta, ég er hérna reynda með 4 punta, þannig að ég ætla að hafa það 40, þannig að ef maður er búinn að borða alla þessa punta, þá fer maður og spila ramma 3 á aðaltímurinn sem við hefum eftir að búa til hérna núna. Og ég ætla að láta þennan kóða duga, ég stilti þetta yfir 40 hér. Já, nú er það eina sem er eftir að búa til þennan ramma sem við förum á, þegar við höfum fengið tilsettan stigafjölda. En það er eitt sem ég uppgötaði hérna áðan, til þess að þetta virki, þá þarf að stilla hérna þetta textabox á efstu stillinguna sem er sans. Ég veit ekki af hverju það er, en það er bara þannig. Og núna ætla ég að fara hér og ég segi insert keyframe. Þetta er nýr keyframe og þá kópir hann allt úr þessum rammi yfir þennan. Ég ætla að eyða pakkmann út úr þessum 3. ramma og matnum öllum. Það er ekkert það að gera. Og ég ætla að setja þetta inn textabox. Svona stórt og mikið. Þú vannst til hamingju. Þetta má vera hérna einhvern veginn bara ljósblátt, þú veist ekki dölviti. Og það sem ég ætla að gera líka er að ég ætla að passa upp á það að þetta sé stilt á static text. Svona. Og síðan þarf ég náttúrulega á þennan ramma hérna, auka ramma, að setja action og það er sjálfsögðu actionið stopp. Og við getum testað þetta núna. Og svo við hérna, við þurfum að byrjum. Stiginn teljast upp í 20, 30 og síðan 40 og þá fór hann yfir í þú vannst til hamingju. Já, nú ætlum við að setja inn óvinn. Og óvinnurinn í pakkmann er svona draugur og ég er búinn að teikna upp svona draug. Og ég teiknaði hann upp og skilgreinda hann sem movie clip. Þið sjáu hérna að hann er eins og movie clip, alveg eins og veggurinn og pakkmann sjálfur.
og ég ætla að setja hann einhvers staðar hérna inn á, bara hvað sem og á hann ætla ég að setja ákveðin kóða. Actions. Þetta kóðinn. Þetta kóðinn og þið finnir hann á blöðunum ykkar og það sem hann segir í raun og veru að þetta movie clip sem draugurinn á að elta þetta hérna movie clip sem með instance name char sem Pac-Man og það gerir það á þessum hérna hraða sem 2. Getum alveg prófað að hafa það 3 eða 4, þetta skiptir ekki svo miklu máli en hann þarf að vera aðeins lægri heldur en hraðinn á Pac-Man sjálfum. Þannig að við skulum prófa þetta. Nú eltir hann mig og ef hann nær mér þá bara stoppar hann niður.